Góðan daginn og velkomin til stundarinnar sem að byrja núna. Gleym alltaf að núlla klukkuna og við ætlum að kveikja einu kerti á síðan þessu hér. Við ætlum að hafa dráttinn smá og til að vera en ekki grá. Þetta er ekki fagur söngur. Hvað get ég gert að því hvað þið finnst? Söngur samt. Það kannski var það bara góður meiri söngur. Það er ekkert allir sem geta sungið. Og ykkur segja krakka mínir og þá finnst mér ekkert gaman að syngja. Ég leyfi öðrum bara að sjá það. Ég vil gera það sem er gaman og ég er gaman að ég gera þetta. Hvað? Tala. Tala guðsorð. Ég elska að tala guðsorð og ef maður getur eitthvað hjálpa til þar, þá er ég alveg til í það. Og þess vegna fór ég nú út í þetta embætti, drottinn att mér út í þetta embætti því hann veit alveg hvað hann ætlar að nota okkur í. Og það sem hann hefur notað mig í, ég hef átt rosalega gaman að því, ég verð nú að viðurkenna það. Akkur. Það er náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að drottinn er lífið sjálft. Og ef þú ert að vinna í hans þágu og með honum, þá gerir hann það að verkum að þetta verður mjög skemmtilegt að sinna því sem hann hefur sett upp í hendurnar á þér og treystir þér fyrir. Já, hann treystir okkur fyrir því að við rækjum og sinnum því sem að okkur er sett. Hann er ekki hrifinn af því og talar það í orði sínu að hann vilji ekki að menn sé að riðlast hvor á annarri braut. Með öðrum orðum, ég er í þessu, þú ert í þessu, hver ég sem er. Syndu því, ég sinni þessu, en við erum ekki að hlutast til það hvernig við, hvorum sem erum að þessu. Nú drottinn leggur línurnar. Og ég veit hvernig hann vill að þessar línur liggi og ég sinni því, svo fyrir utan það þá hef ég ekkert leyfi til að gera neitt annað heldur en það sem hann býður, því hann er minn yfirmaður í raun og veru. Í raun, já kannski þá mikið að segja að maður sé starfsmaður hjá honum, en kannski má alveg tala um það. Og ef ég er starfsmaður einhvers staðar, þá náttúrulega liggur fyrir að einhver ræður og ríkir sem ég beygi mig undir. Hann ræður og ríkir og ég beygi mig undir hann og geri því það sem hann býður og það er að halda út þessu verkefni og það hefur ekki verið mér neinn raun. En ég get alveg viðurkennt það og þú með mér fyrir þína parta, stundum kannski þar ég aðeins að sparka í eitthvað á mér til að fara á stað. Þetta er þetta mannlega eðli því að í eðlið okkar erum við svolítið löt. Við viljum ekki gera þetta alltaf, við erum aðeins að ráða þessu sjálfur. En þarna kemur aginn til skjalanna sem er svo mikilvægur og hver oft ef maður ekki viðurkennt það og hver langt er síðan maður fattaði þetta að við verðum að aga okkur undir sund. Og þegar við höfum náð aganum, og það er mikið agaleysi í samfélaginu í dag, alveg hræðilega mikið og þar að leiðandi viss stjórnleysi í gangi. En þetta má allt laga, en þú gerir það, lagar það ekki, þú gerir ekkert í málinu. Og þú getur ekki lagað allt, það er rétt, og ekki heldur, en við getum lagað það í kringum okkur sem að okkur snýr, því að það lagar það enginn nema maður sjálfur. Og gera þau verk sem að til að mynda trúin mín kallar á og finnst vera aðsteðjandi og svona mikilvægt. Og þá erum við með hér fræðslubækur eða fræðslubók sem að segja okkur allt um það hvað við sé átt. Og til að ná tökum á þessu betur, þá sinnum við þessu verki. Og núna erum við að tala um orð Guðs Biblíuna. Við erum með þetta hér í 2
útgáfum og þetta gömul útgáfa, ekki síðan 1911. Ef maður það ekki, við skulum athuga hvort við finnum það ekki í kvalli, við megum ekki til þessu. Og veist hvernig þetta er. Við erum alltaf á harða hlaupum, alltaf að flýta okkur. Svo erum við að tefja þáttinn með svona fokki maður, þannig að það gengur eftir. En í þessari bók eru nokkrar rauðar blaðsíður sem þú getur skrifað á, ég veit ekki hvað það er. Áttum við til svona lítið af pappír á þessum árum. Að Biblían var bara með þetta hjá sér. Þetta er allavega eitthvað sem þú getur hreypað eitthvað á sem þú vilt að tilheyri hérna trúniðinni. Nú man ég ekki hvað ég var að gera. Þannig að ég var að loka bókinni aftur og senda hana bara hér og við erum vel hérna. Þetta er biblíuþátturinn okkar og hann er búinn að vera hérna nokkuð lengi og verður áfram með Guð lofar. Þetta er fyrst og fremst hvatning til að stunda þetta orð sjálfur. Vistu það að ég alveg tala svona þér að segja og ég veit að fyrir ekkert lengra. Veit ég ekki alveg hvernig menn taka svona lögðu, að menn eigi bara að bera á þessu ábyrgð sjálfur. En þetta er eitthvað sem allavega er greift í mitt hjarta að ég verð að bera ábyrgð á þessu sjálfur vegna þess að ég get ekki lagt ábyrgðina á herðar annara að því ég er einstaklingur, sér einstaklingur og ég þarf að eiga mína trú, ég þarf að rækta mína trú sjálfur. Og ég er læsmanneskja og ég er trúðmanneskja og ég á orð Guðs og ég les orð Guðs sjálfu mér til gagns. Þetta hefur ekkert með, söfnuðurinn er þarna og allt sem maður þarf og það er mikil og góð kennsla, það hefur ekkert með það að segja. En þú getur alveg fengið áframhaldandi uppbyggingu heima, hvað sem þú ert, en þú færð enga uppbyggingu eða þú nennir ekkert að leggja þau vinnu við það. Og ég segi það, berðu ábyrgð á þinni trú sjálfu og þetta er eitthvað sem að Drottinn tala til mér bara hreinlega fyrir margt löngu. Og ef einn getur verið góður í fræðum Drottins, þá akkur þá ekki ég. Og hvernig var þessi eini eða þessi svona fróður í orði Guðs? Ég held að það sé til bara ein leið í þá átt, hann lagði á sig bara vinnuna sem þarf til þess að verða það. Ég hef heilagan anda og hann hetur mér að orði Guðs og hann var kennt einum einhver grunnfræði og gert hann svolítið svona stólpa í því, þá get ég líka orðið þessi stólpi. En hvernig? Ég ger eins og hann eða hún, eða þessi einstaklingur og ég tek fram bókina og les og leyfi henni að bara mata mig á einu og öðru af því ég er nú þannig týpa, þannig leiðinda týpa að ég verð að bera ábyrgð á þessu sjálfur sem snýr að mér. Ég get ekki lagt þessa ábyrgð yfir á aðra. Þannig hefur maður nú alltaf hugsað og ég held að það sé ekkert röng hugsun. Við erum sjálfstæðir einstaklingar, við erum trúarfólk og það efast enginn það, eða skiptir ekki máli hvort meðan efast það ekki, en við erum trúarfólk og eigum orð Guðs og allt í okkur, trúin okkar, ýtir okkur alltaf að þessari bók meir en margt annað. Trúin okkar, hún ýtir okkur að þessari bók og þá styrkist ýmislegt annað í okkur sem hvetur okkur segir til að mynda til að stunda og rækja safnaða samstarfið. Þetta er allt í orðið Guðs, þannig að þú hefur alla þekkinguna þar og þú gerir þetta að því þú vilt taka ábyrgð sjálfur á þinni trú og hver er það sem að sendir þig í söfnuðin? Er það ekki trúin þín? Jú, þú þarft að styrkja hana, þú þarft að efla hana á hverjum degi og þú ert einstaklingur og það er ekki alltaf augu á þig, veist, sem er að fylgjast með þér. Hvað er hann að gera núna, gallinn? Nei, þú veist hvað þú átt að gera. Þú rækir þitt samfélag
að því orðið er að hvetja þig til þess að rækja þitt samfélag. Og þú heldur áfram að nema í orði Guðs, að því þú sér það að þetta er svo mikilvægt fyrir þig sem einstakling að gera þetta. Þess vegna líka ertu að þessu með öðrum orðum. Þú hefur allt í einu vaknað upp við það, eins og ég og fleiri, að ég þarf að bera ábyrgð sjálfur á þessu. Er rangt að tala svona? Ég finnst það ekki, nei. Og ég held að þú sért alveg sammála þessu, jafnvel þó þetta veki ykkur hugsanir hjá þig, að þetta er niðurstaða. Svona þarf þetta að vera. Og segir ekki orðið sjálft að hann dó í þinn stað. Það ekki? Hann gaf þér orðið, hann gaf þér orðið. Og hann ætlar ekki einhverjum öðrum að lesa það fyrir þig, stúdera það fyrir þig, nei, hann ætlar þig sjálfum að stúdera það, velta því fyrir þig og læra og nema. Þú tvilltur heilugum anda og hann opinberur þetta. Þetta er nú ekkert flóknar en þetta. Samfélagið er náttúrulega eitt af því sem Guð gaf. Samfélagið er einhverjum sérlega til að þú hafir þína líka í kringu þig. Þess að kristið fólk í kringu þig. Það er samfélagið. Þess vegna sækir í samfélagið. En þú ert ekki alltaf í samfélaginu. Þú ert oftast nær utan við samfélagið. Og hvað ert að gera þá? Hafi trúi fengið að vaksa í þér eins og hún vill vaksa í þér, þá ert að rækja orðið. Þannig það er ekki hlé á því. Og þú vext af því að rækja orðið á hvern sem er og meira. Núna ertu farin að bera ábyrgð sjálfur, sjálfstætt á þinni trú. Þú leggur það ekki á neitt annan. En það getur enginn annar passa þetta ef þú vilt ekki passa þetta sjálfur. Og þetta kennir manni meira, þetta kennir manni að vera ærleg manneskja. Og hvað gerir ærleg manneskja? Hún talar hlutin eins og þeir eru. Hún lýgur ekki. Hún segir bara, jú, hef nú verið að stunda þetta. Og þú ert ekkert að ljúga neinu, þú hefur verið að stunda þetta. Þú getur sagt hvað sem þú vilt. En þú ert sannleikans megin að því orðið hefur kennt þér sannleika. Þú ert vel að þér í orði Guðs, ekki þess að belgja þig, ég veit þetta nú betur en þú þarna. Það skiptir engu máli að vita þetta betur en einhver annar. Aðalatriðið er að kennslan þín sem þú ert að nema upp úr orði Guðs sé bara kennsla upp úr orði Guðs, punktur og eftir. Hún er fyrir þig. Og þú með þessum hætti varðveitir trúna, svo ferðu að elska þetta orð, að þú sér gagnsemin af því að leyfa því að leika þig. En þú gerir þetta ekki, eða þú ert bara svona í kennslustundum að leiði svo, á samkomuna þegar verður að tala. Það fer þetta bara allt fyrir ofangarð og neðan. Það var eins og þú varst í skólanum og myndir þið stöðugt á það hvað þið leiddist þar. Svo stundum bara laðistu fram á borðið og svo er þetta kannski rótur. Áeinu var kannski ekki meira en þetta, en þú náttúrulega segir sjálf að þú varst ekki að læra neitt. Þér var þá alveg sama. Seinna gæti komið upp svo stund að þú hefði nú viljað að taka þess betur eftir. Við erum að læra. Og við sem að vitum þetta, segjum sannleikann, við eigum að bera til annarra. Hungurinn er mörg gamall timur. Þetta er staðreynd. Þannig við erum í raun og veru hvert fyrir annað, hvar sem við erum stödd, þá erum við alltaf hvert fyrir annað. Við berum til hvors annars gott efni og Guð gef okkur að við gerum ekkert annað en að bera til hvors annars gott efni. Og ef við gerum það í Jesú nafni, þá er það vegna þess að trúin er orðið svo stór þáttur í okkur, að hún er raun og veru stýrir þér og stjórnar.
Er það hægt að eiga slíka trú? Það er alveg hægt, en það gerist ekki ef þú ert ekkert að leggja neina stund og rækt við trúna. Þú eiginlega nennir aldrei að lesa í orðið Guðs. Þú tekur bókina, nei, ég sleppi núna, það er betri tíma morgun, mér líður ekki vel núna. En það var ekkert að því allavega þá. Og staðið fyrir að Aginn, hann segir þér, gerðu þetta. Og Aginn fær að magnast upp í þér og byggja upp í þér eitthvað sem heitir styrkur og afl og traust og svo bara gerur þetta. Og þú lest, þú ert ekkert að gera þetta fyrir neitt nema trúna þína. Þú lest daglega, af því þú veist að það er rétt að þér að lesa daglega. Þannig að þeir tímar eru ekki lengur uppi að þú, ég gera þetta morgun. Það er dáið í þér og það er gott að það fór. Þannig að þetta er ekki lengur hindrun í að gera það sem þú átt að gera, þarft að gera og hjarta segir að þú, já, þurfið. Það vill þetta. En þú verður að vilja það með því. Þarna þarf að stilla saman. Strengi, hugur og hjarta. Orðið sem byggir upp kemur nú sá. Þessu sambandi. Hugur og hjarta, það starfar saman. Í orðið Guðs. Ekkert mál. Þannig þetta fer allt eftir því hvernig þú leifir þessu samstarfi, ef svo má segja að vera. Starfið á milli orðsins og hjartans. Þetta er nefnilega starf, þetta er vinna, þetta er verk að gera þetta. Og þú veist að það getur verið togstreita þarna á milli og þú talar nú stundum um það, hvað þetta sé nú mikil togstreita. Slá aðeins af þig með þessu. Og þau þurfum nú líka að hafa verið þessu. En við erum öll á þessum stað. Þannig að þín saga er líka mín saga á þessu leyti. En svo eftir á móti getur skilið á milli þarna, það fer eftir því bara hvað þú ert viljugur og viljugur að gera þetta. Hefur tamist við þetta, hefur vanið á þetta, það skilur á milli, já, þess að þú vext hraðar en margir aðrir eða ert stopp á sama stað í trúnni eftir 30 ár. Það var ekki gott. Það væri óásættanlegt. Ekki svo að skilja, ég veit um einhvern sem er bara stopp eftir 30 ár og sama stað hann var þegar hann byrjaði. En þetta er allavega alveg í boði ef við sinnum ekki verkefninu nokkuð. Þess vegna vöknuðum við inn í þennan dag og við getum alveg, ef við viljum, leyft honum að hvetja okkur að þessu sem við viljum pottþétt gera. Trúin í okkur, hún er þarna, hún er alltaf að hrópa á athygli mína. Ef þú tekur ekki frammi fyrir hendurnar á mér, ég ræð en þó, og ræð áfram. Ég þarf alltaf að virkja trúna mína og þá stekkur hún á fætur og byrjar að vinna með mér. Og að því að ég sé þetta er að virka, að þá verður þarna bein tenging á milli sem að gerir bara að verkum að ég fer í þessi verk og gerir það með mikið til gleði. Þetta er árangurinn af því að hafa rækt sína trú. Þú sér að hver maðurinn er og einstaklingurinn er sem heldur þessu sambandi hreinu og tæru. Já, sambandi bara í okkur sjálfum. Þá má við tala um það. Því að orðið, það hefur lausnina, það er leiðin. En orðið, þó til sé í þessari stöðu, upp í hillu, ég tala nú ekki um það, það er ekki að gera þeim eitthvað frekar en nokkurt annað kennslu efni sem þú átt. Ef að þú varst í skólanum, þá varstu með skólatösku og þú varst með allt þar sem þú þurftir að hafa með þér á skylda. Ef þú síðan opnaðir aldrei töskuna, hafði bara hana við hliðin á borðinu og í þessari stöðu og minnandi stöðut á hvað þetta sé leiðileg, þá
þá lærir þú ekki neitt, minn kæri. Og þú ert að missa af alveg allt svakalega því að þú varst að eyða þessum tíma hvort þið er við skólaborðið en vildir ekkert nota það að því þú fannst þetta svo leiðilegt. Svo kemur bara, já, með fallingarnefnið þína fallegu eftir hvert próf og þeir eru alveg sama. Og núna tala ég að reynslunni. Ég reyndar var ekkert með fallingarnir út allt en þær voru nú þarna líka. Mér var alveg saman þessar enganir. Því maður var bara þannig stendur þá. Maður alveg svoleiðis píndist í skólanum maður og fannst alltaf jafn leiðilegt þar. Það var ekki fyrir löngu seinna sem maður átti að segja því að þetta var bara ágætis tími. En þá var maður líka orðið fullorðinn maður og farin að hugsa eins og fullorðnir menn gera. Og þess vegna getur maður alveg hvatt krakkan alveg sem að hvernig maður stóð sig sjálfur til þess að bara sinna þessu. Þó maður hafi ekki gert það sjálfur. En ef maður hvetur aðra til að sinna þessu góðu verkum þá er maður að gera eitthvað sem er rétt. Alveg sama hvernig maður tók því sjálfur. Og ég vil hvetja þig til að sinna lesturinum í orði Guðs. Og ég reyndar ef aldrei verið að slugsast neitt með það því að trúin mín, hún greipti svo fljótt og maður sá að þetta var alvöru mál að vera trúið manneskja og ég fekk mér orð Guðs og vegna þess að ég sá að ég varð að eiga orð Guðs til þess að maður kæmist eitthvað áfram í þessu og maður hefur þann metnað og hefur enn þann metnað að komast langt í fræðunum. Eins og ég var að segja áðan, það var ekkert til þess að mikla sig neitt af því að þér er nákvæmlega saman það í raun og veru hvort að ég er að gera mikið eða lítið í Jesú nafni. Þeir kemur það ekkert við og líklega er þeir alveg sama. En mér ætti ekki að vera sama að því ég er þessi trúaði maður sem ég segist þeirra. Já, meira og ég vil bera ábyrgð á þessu prívat. Ég veit það ekki, mér finnst þetta bara mjög rétt hugsun en ég veit svo sem ekkert hvað menn segja þetta. Ég veit auðvitað ekkert hvernig menn hugsa, ég veit hvernig ég hugsa og í sjálfu sér er það alveg nóg fyrir mig. En hér er ég í þætti sem að heitir Biblíuþátturinn okkar. Og Biblíuþátturinn okkar er náttúrulega með Biblíuna svona í öndvegi, það væri nú rangt annað. Og Biblían á ekki að vera bara í öndvegi í Biblíuþættinum okkar, þó hún sé það. Hún á líka að vera í öndvegi bara hér og nú í daglega lífinu okkar. Hún á að vera í öndvegi. Og við eigum að venja okkur við það að lesa á hverjum degi, því að það er gott að lesa einhver á hverjum degi. Eins og ég hef oft sagt, og það getur svo sem alveg endur ekki hér, að þá ger ég þetta alltaf á morgnana. Ég hef reglu á einn kafli á dag, það er svo sem ekki neitt rosa lestur, en einn kafli á dag, og ég er búinn að vera frelsaður síðan 89, sem ég oft sagt, og ég er búinn að lesa þennan einu kafla á dag nánast frá þeim tíma, þannig þú sér það að þessi kaflar til að mynda í Nýja testamentinu hafa nú verið farið nokkuð oft yfir þá. Það er heldur ekkert hrósunarefni. Þetta er bara regla sem að ég ásetti mér að gera og ég stend enn við þessa reglu. Upp á dag, allt árið umkring. Engin breyting, engin munur og dögum þannig séð hvað þetta varðar. Og ég er ekkert að fara að snúa neitt frá þessu. Ég er ennþá þeirra skoðunar að orð Guðs sé eitthvað fyrir mig og eitthvað sem ég þurfi að nema og fræða mig meira af og betur upp úr og ég geri það og það hefur nú ekki orðið mér enn til neins tjóns heldur bætingar míns eigin lífs og það er nú akkur í því ef svo er. Ef ég ætla ekki að gera þetta þá vilt þú auðvitað gera þetta fyrir mig en því miður verð ég að hyggja með því að þú getur það ekki. Vegna þess að sönd kæri vinur þurfum við að gera sjálf. Og ég viðurkenni þetta og ég segi, ég vil, ég er ekki að tala fyrir þig, ég vil bera ábyrgð á þessu sjálfur. Það hefur ekkert með það að gera
með fólk sem í kringum mig og að kenna og allt saman það allt annað mál. En ég þarf að bera ábyrgð á þessu sjálfur mín vegna. Því þetta mín trú og ég fóðra hana beint upp úr orði Guðs og ég held að maður fá nú ekki réttara mat en nákvæmlega svona. Og þetta ger ég vegna þess að ég var að segja og oft sagt, ég vil bera ábyrgð á þessu sjálfur og engin fyrir mig. Já, eins og ég var að segja þá veit ég ekki hvernig menn taka svona boðskapum eins og þetta er megin öruglega í drengnum. Það er drengnum, kallinum hann veit á Hafnarfirði. En kannski er heiti kallinn með Hafnarfirði kannski að segja einhver lög sem við erum að fara eftir. Þetta er allavega mín reynsla af þessu og ég er að bera fram mína reynslu og reynsla mann og kvenna hversum hún getur alveg gagnast. Og hún gagnast alveg heilmikið og þetta vitum við og viðurkennum. En til að þetta allt saman gagnist nú og við vitum aðeins meira þá verður að tala þetta út. Já, fyrir minn munn, þinn munn, fyrir munn mann og kvenna, þá er þetta talað út. Og þegar búið er að tala þetta út, þá er aldrei að vita um einhver heyri og meira, já, veit þessu bara viðtökur. Og svona hressi sig upp í að gera þetta sjálfur og sjálf og fer að uppskera akkin í að hafa gert þetta. Ég gerði þetta og segja menn og það er gott. Þú fór í þetta. Það er alltaf akkur í því. En við höfum alltaf lesið eitthvað smávegis í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu og eins og við vorum að segja þá er þetta hvatning til þín og okkar allra að lesa sjálfur og sjálfar, já, og skirrast ekki við að fara þessa leið. Við erum núna í Hósea, 5. kafla, og við lesum hérna nokkra línur. Heyrið þetta þér prestar, takið eftir Ísraelsmenn, hlustaðu konungsætt, því að þér ábyrgist réttin, en þeir urðu snara fyrir Mispa, útbreitt net á Tabor. Djúp gröf grafin í Sítaími, en ég mun refsa yfir öllum. Ég þekki Efraim og Ísrael, er mér ekki hulinn, en nú hefur þú hórast, Efraim, Ísrael hefur saurgað sig. Þarna er hann að tala þjóðina. Efraim var það ekki þjóð. Ég veit að ég held að allan veit ég að Ísrael er þjóð og við veitum sem ekki söguna að þeir voru bara stundum bara lofandi í Guð sinn og stundum voru þeir bara langt frá honum. Bara eins og ég og þú. Þetta hefur ekkert breyst. Og þetta vitum við mjög vel að þetta hefur ekkert breyst sem segir mér það að til að haldast vakandi þá þurfum við að gera þessi verk á hverjum degi. Af hverju heldust þeir ekki vakandi? Það segir sjálf, þeir voru ekkert aðeins á hverjum degi. Svo leiði alltaf lengra og milli og svo bara hefur ekkert gert neitt í heilt ár, 2, 3, 4. Þetta er lúmst. Að nenni þess ekki er lúmst. Ef maður slæðir ekki svolítið á þetta, að þá heldur þetta áfram, svo vaknar kannski upp við þann vonda drauma, hvað er langt síðan ég las síðast í orðinu? Það getur ekki verið að séu komið 5 ár. Þetta er lúmst. Og til þess að þetta verði ekki þetta lúmskap fyrir þig og í þér, þá bara gerur þetta á einu svona dag. Og þá ert þú alltaf faskur og fallegur. Þú ert alltaf fallegur og falleg. Þú verður ennþá fallegri og fallegri, já, fallegri með því að gera þessi Guðsverk á hverjum degi. Því að þau halda þessi verk í Jesú nafni, þau halda upp í fegurðin og ekki líka rokkunum illa við það að halda upp í fegurðin. Þetta er allt í staðar. Þetta er allt verk sem þarf að gera og þarf að vinna og sinna vegna þess að þetta er manni sjálfum til góðs. Það er akkur í að gera þessi verk
þessi góðu verk, en sumir stunda illu verk og það náttúrulega svo sem þeir nenna því þá mega það ekki ætla ég að banna þeim það. Þeir nenna því þá gera það og hafa kannski lengi gert það. En hvar eru þessir menn í dag? Ég get alveg lofað því ef þú ert með sjálfan á þessum stað þá líður þér oft mjög illa. Af því þetta er uppskeran af því að láta eins og kjáni. Það ekki? Við eigum ekki að láta eins og kjánar. Við eigum að hægða okkur vel og kjáni sem er búið að henda kjánanum út og þá byrjar hann að hæga sér vel þannig að það geta allir breytt sér og bætt sína hægðun. En þeir verða þó að gera það. Og til að haldast á þeim stað, það er góðu staður og ég held að viðurkenni það nú með mér, að þá gerur það sem mest gagnir í eftir að trúin er komin, hún er gjöf. En á meðan þú áttir enga trú þá varstu nú ekkert að pæla í þessu orði. Það var bara eitthvað sem þú botnaðir ekkert í akkur menn væri að velta þessu fyrir sér. Þessari draumóra bók. En svo kom trúin. Þá hætti þetta að vera einhver draumóra bók. Þetta var þetta bara sannleikurinn sjálfur sem þú vildir vita mikið um. Það er hvatningin sem þessi þáttur byggir á, að þú sem sagt gerir þessi verk, vinnir þessi verk og segir þessi verk fyrir sjálfan þig og flytur þessi góðu verk öðrum. Þannig virkar þetta og verkar þetta. Þannig er þetta best gert. Og við höfum alltaf að keppa eftir því að gera bestu verkin okkar. Og ég veit og viðurkenni það fyrir sjálfan mig að það að lesa í orði Guðs, stúdera orð Guðs, er alltaf betra flestum öðrum verkum. En þú þarft auðvitað að sinna og rækja fullt af öðrum skyldu verkum og þú gerir þau alveg áfram og gerir það með sæmd og eins og þú hefur gert. Þannig það er ekkert verið að taka neitt af þessu frá þér, en þetta máttu heldur ekki láta rífa af þér. Þetta á að vera partur af þínu lífi, orð Guðs, og þú sem átt til trú, ég veit að þú veist alveg hvað ég er að tala. En hvað ertu þar? Hefur þú verið að stunda þetta verk að einhverju kostgefni? Ég veit það ekki. En ég er að hvetja þig til að vera kostgefin þarna, því það er akkur fyrir þig og þína trú að vera kostgefin og vandvirkur í orði Guðs. Já, vandvirkur. Orð Guðs krefur okkur vandvirkni og þú kannt vel við vandvirkni, en ekki, þegar þú færð iðnaðarmann til að gera eitthvað heima hjá þér og þá ertu nú stoltu, fínt, flottu verk hjá honum að hvergi hann baga. Það er þessi sem þú fékkst, hann vandvirkur. Og þú segir við inn, þegar þau vantar verkamann til að gera eitthvað fyrir þig og þá er hérna alveg frábær náungi. Og þú gefur honum símanúmerið þessa frábæra manns og þess að þú hafði svo góða reynslu af honum sjálfur að þú varst að láta það fara frá þér. Þannig flýgur auglýsingin gott verk. En stundum flýgur auglýsing vont verk. Fer svolítið eftir því bara hvernig hjartað er stemt. Og hvað þar hefur verið byggt upp. Og að því að við erum Guðs menn og orðsins menn, að þá viljum við engum og sérilagi orðið byggja okkur upp. Og hér erum við með orð Guðs í höndunum, núna Nýja testamentið og Lúkasar Guðspjall. Ef við ekki að lesa eitthvað nokkur vers í Lúkasar Guðspjalli, 9. kafli. Jesús kallar saman þá 12, gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka og sagði við þá: takið ekkert til ferðarinnar, hvorki staf né mal, brauð né silfur
og enginn hafi 2 kirtla. Og hvað sem þið fáið inni, það sé aðsetur ykkar og þaðan skuluð þið leggja upp að nýju. Sem sagt, Drottinn hefur búið þannig út að þú ert með allt. Hann hefur búið svo út að það hefur tekið vel á móti þér þangað sem að hann reynir þér. Og þú knýrð á, já, velkomin. Og bara hæði ykkur alveg sveima á okkur. Og hann segir meira, vertu þangað til þið farið aftur. Þú kannski dvelur í 2-3 daga eða hvað sem og vertu þarna á þessum stað þangað til þú ferð aftur. En við gætum verið kannski fúlir og leiðinlegir og hér ekki erandi og farið áður en að tíminn er runnin. Það er ekki það sem Drottinn er að tala um. Vertu. Þannig að þetta er mikill lærdómur í þessu að stúdera þetta, hvað áttir við. Mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það sem að Drottinn sendir þig, það er hann að senda þig til fólks sem í raun og veru vill þér vel. En þú getur verið þannig stendur að vera með allt annan þanga. Það er ekki nokkuð leið að reikna það út. En hann segir þetta til þess að við séum hann. Vorum við nokkra daga, hvernig sem við fórum þaðan þegar dvöl okkar á þessum stað var lokið. Þá fórum við þaðan. Við komum þangað og svo fórum við þaðan og til næsta staðar eða hvernig sem var, kannski bara tilbaka aftur. En við fórum þaðan. Og þetta er boðskapurinn. Þannig að Drottinn gefur okkur allt sem við þurfum og við erum að fræða okkur góðri fræðslu, beint úr orði Guðs, því að önnur betri fræðslu er ekki til, hún er ekki í boði. Og þó sem trúir, tekur undir þetta og þú hefur oft þurft að glíma við alls konar í þinni trú, en kannski ertu manneskja sem hefur þó ekki látið undan og heldur gert það sem þú veist að Drottinn vill að þú gerir og það er rétt nálgun. Og þegar þú ferð í trúboðið þitt, manstu, og þú ferð einhvers staðar inni, segir það, og vertu þar bara þangað til þú ferð. Þetta er 2 daga, 3 daga, viku, hvernig sem vertu þar. Þú varst boðið velkominn og þú ert þarna í þessari ferðalagi og ert að boða trú, ef þetta er bæjarfélagi, og fólki sér þið fara út á göturnar og eða hvað sem til að boða. Og svo kemur þangað vegna þess að þar er þitt afdrep. Og þegar ferðin er lokið þá ferðu þaðan, heimtíðin eða næsta staðar, við hvernig sem og þar tekur sama við. Ef þú ert ekki að fara heimtíðin þá er Drottinn með afdrep fyrir í næsta bæjarfélagi eða hvernig sem og þar skaltu vera. Þangað til ferðin er lokið. Og svo þegar þessu búið að loka hringna þá ferðu bara aftur heim. Inn í þitt gamla fallega herbyggi eða hvernig sem það er. Þannig að vill ekki að við séum að rokka á milli og erum að hundleiðilegt hérna maður og koma okkur í burtu. Svo bara stinga allir af og fara hvert, ég veit það ekki. Þetta er ekki það sem Drottinn er að kenna. Hann er ekki að kenna þetta. Hann er að kenna okkur það að setjast einhvers staðar kyrr. Og það er mikil viska í því að geta sest einhvers staðar og verið kyrr. Það er aldeilis ekki það sem er upp í dag, menn eru hlaupandi út allt og skellandi hörðum út allt og allt þetta. Þeir eru ekki ánægðir. Af hverju eru þeir ekki ánægðir? Að þeir vilja ekki vera ánægðir. Þeir vilja það, jú, en gera ekkert í til að verða ánægðir. Þeir eru alltaf í þessari hlut. Hvað á maður að hanga hérna lengi? Eitthvað svona. Þannig að þetta er út allt. Vandinn er út allt. Lausnirna líka. Það er búið allar í orði Guðs. Og farið til kennslu úr orði Guðs eru guldsígildi og bara það að vera kyrr, það sem Drottinn setti mann, er guldsígildi
og hellingslærdóm. Og við þraukum að því við vissum og vitum að Drottinn sett okkur þarna inn. Þannig að hann er góður. En það er komið tíma á þetta hjá okkur. Þetta líður allt. Og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og verið sæl.